Í dag þá ætlar Aðalheiður Ásmundsdóttir, meistaranemi í lögfræði, að ræða og þegar máli hennar lýkur þá svarar hún eðlilega fyrirspurnum. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Ég heiti Aðalheiður Ámundadóttir, ekki Ásmundar en það skiptir svo ekki höfumáli. Ég alltaf ef ég er beðin að tjá mig einhvers staðar þessi mál og málefni þjóðfélagsins þá reyni ég alltaf að undirbúa svona kurteisleg og pen erindi. Einhvern veginn tel ég mig trú að það verði einhvern veginn trúverðuglegara ef að ég er svona kurteis og pen einhvern veginn en svo ég bara ólgar í manni einhver reiði og það oft bara erfitt. Það oft erfitt að vera kurteis og penn, þannig ég veit ekki alveg hvernig mér tekst til það. Það líka það með þessa kurteislegu og penu fyrirlestra að mér hefur nefnilega verið sagt að ég muni hvergi fá vinnu ef ég ætla að halda fram að vera í svona uppreisnargír. Og ég get alveg viðurkennt að það stundum svolítið stressandi að hafa eytt 7 árum í háskóla og þurfa svo kannski að standa uppi atvinnulaus af því að maður hefur verið of berorður skoðanir sínar. Þetta held ég eitt af stóru vandamálum þjóðfélagsins í dag. Að þeir sem hafa skoðanir, að þeir eru í hættu öryggi sitt ef þeir tjá sig þær. Og ég man eftir því sem að Sigurbjörg tjáði sig í háskólabíó minni mig svona svolítið svipumál. En ég eins og segja, ég bara búin að gefast upp á kurteisi. Ég bara svo mikið, kannski bara einhver ofsamaður í mér, ég veit það ekki, en mér finnst það mjög erfitt núna að tempra mig, En ég ætla að reyna að halda skapinu hófstilltum og svona eins og ég get, en ég lofa engu. Og ég ætla að segja ykkur frá listinni að brjóta stjórnarskrá. Og þegar maður talar þetta listform, þá þarf maður svolítið að fara út víðan völl. Þannig ég þarf eiginlega að vona að þið haldið þræðinum, kannski reynt að draga eitthvað saman í lokin. Ég hef ekki hugmyndu hvað erindi mitt, það sem ég búin að undirbúa langt og ég verð það bara að stytta mál mitt ef ég er komin fram úr hófi. En já, það listin að brjóta stjórnarskrá. Hitler, hann kunni þá list að brjóta stjórnarskrá. Hann kunni þá list að sveigja þýsku stjórnarskrána, Weimar stjórnarskrána, að eigin hentugleik til þess að auka völd sín, þannig að úr varð dictatorship með hörmulegum afleiðingum. Til þess þurfti hann tvennt. Hann þurfti fólk sem lúffaði fyrir honum og veika stjórnarskrá. Og þegar Þjóðverjar settust niður eftir seinni heimsstyrjöldina til að búa til ný stjórnlög, þá horfðu þeir á gömlu Weimar stjórnarskrána sína og hugsuðu með sér hvernig getum við komið í veg fyrir að þær hörmungar sem að Hitler leiddi yfir ekki bara þjóðina, heldur miklu meira, hvernig getum við komið í veg fyrir að þetta endurtaki sig. Þeir kusu að læra af reynslunni og Weimar stjórnarskráin, hún var notuð sem svona blueprint það hvernig stjórnarskrár eiga ekki að vera. Og nú langar mig að velta því fyrir mér, hvað getum við lært af reynslunni? Og það eflaust mjög margt og ég get ekki dekkað það allt í dag. Hvað getum við lært af okkar stjórnskipunarsögu? Það líka mjög margt og ég ætla ekki að dekka það allt heldur. Það tvennt sem mig langar að tala Það annars vegar umgengni, svona almenn umgengni við stjórnarskrána, hvernig hún hefur verið, og hins vegar hvernig stjórnmálamenn hafa nýtt sér veikleikana í stuttri og almennt orðaðri stjórnarskrá. Svo vona ég við getum lært eitthvað og sett það þá í
reynslubankan fyrir stjórnlagaþingið okkar. En við byrjum á veikleikum stjórnarskrárinnar og ég ekki bara að tala galla á einhverjum tilteknum ákvæðum stjórnarskrárinnar eða megin reglum stjórnarskrárinnar, heldur ég meira að hugsa tæknileg atriði og formið á stjórnarskránni, því að það líka þar og það kannski helst þar sem að menn kunna að svona fóta sig innan þess til þess að geta fært sjálfum sér aukin völd. Það höfuðeinkenni á okkar stjórnarskrá, þar að segja plagginu sjálfu, stjórnarskránni sjálfri, þá ég ekki að tala stjórnskipunina, að hún stutt. Og henni hefur lýst þannig að hún hafi knappan og kjarnyrtan stíl. Og dæmi til dæmis, ég get lesið eitt ákvæði hérna, það ráðherrar bera ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum. Punktur. Ráðherra ábyrgð ákveðin í lögum, punktur. Alþingi getur kært ráðherra fyrir embættisrekstur þeirra, punktur. Landsdómur dæmir þau mál, punktur. Þetta svolítið svona eins og fornbókmenntirnar okkar. Mörður hét maður, punktur, hann var kallaður Gígja, punktur. Og Páll Skúlason sagði þá skoðun sína fyrir 3 vikum að stjórnarskráin eigi að vera stutt og það eru margir á þeirri skoðun. Og ég ætla ekki að lýsa mig eitthvað á móti þeirri skoðun, en við verðum að íhuga vandlega kosti þess og galla að hafa stutta og einfalda stjórnarskrá. Og kostirnir, af hverju viljum við að hún sé stutt og af hverju mikilvægt að hún sé stutt? Jú, stjórnarskrár eru grundvallarreglur og það væri æskilegast að allur landslýður kynna hana utan að. Menn getur lært hana utan að bara eins og margföldun töfluna. Menn vissu nákvæmlega hvað stæði í stjórnarskránni og getur vísað í hana án þess að þurfa að fara á netið og fletta henni upp og allt þetta. Og það er eitt kostur við stutta og skýra stjórnarskrá. Hún þarf að vera aðgengileg, auðlesin og auðskilin og það eykur á gegnsæið og það auðveldar almenningi mjög aðhald á valdhafana og þá sem eiga að hlíta stjórnarskránni fyrst og fremst. Gallinn hins vegar sá að ef að stjórnarskráin verður á stjórnarskrám sem eru of stuttar og einfaldar að það er hætt á því ýmislegt bara renni í gegnum hana. Hún verði bara svona eins og net með allt og stóri möskvastærð einhvern veginn. Og sjáum til dæmis ákvæði ráðherraábyrgð sem ég las áðan, að þeir eiga að bera ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum. Landsdómur hefur aldrei kallað saman. Og hvað þýðir það? Þýðir það að við höfum alltaf verið svona heppið með ráðherra? Af hverju hefur enginn þurft að sæta ráðherraábyrgð? Og þetta er svona eitt dæmi og ég ætla aðeins að tala þetta. Þegar stjórnarskráin setur fram einfaldar grundvallarreglur og svona stutt og hnitmiðuð, hvernig er þá fyllt upp í eyðurnar? Hvernig vitum við, hvernig getum við ákveðið hvað þetta hugtak ráðherraábyrgð inniber? Og það er misjafnt hvernig fyllt í eyðurnar í stjórnarskránni. Stjórnskipunarvenjur hafa myndast framkvæmd stjórnarskrár í gegnum tíðina. Stundum kveður stjórnarskráin sjálf á að það skuli setja lög nánari útfærslur og stundum hafa menn bara sleppt því að fylla í eyður og álíta að það þurfi ekki frekara við. Og ef við byrjum bara á því, oft það ríkisvaldinu mjög hag að setja sem fæstar reglur, sérstaklega ef það eru valdhafarnir sjálfir sem eiga að lúta þeim. Og mig langar að taka eitt dæmi mannréttindakaflann. Honum var breytt árið 1995 og mig langar að segja ykkur aðeins frá þeim viðhorfum sem komið fram við þá breytingu. Ég get tekið fram að ráðamönnum og þeim sem stóðu að þeim breytingum fannst þeim vera að vinna mjög mikið góðverk þarna og þeir voru að gera almenningi ofboðslega gott og auka við mannréttindaverndina. Mannréttindum stundum skipt í 2 flokka. Annars vegar borgaraleg og stjórnmálaréttindi og hins vegar efnahagsleg og félagsleg réttindi. Mér langar að vera svolítið leiðilega að lesa upp úr greinargerð
með þessum breytingum. Þar segir meðal annars þeir verið að útskýra hvað efnahagsleg og félagsleg réttindi eru. Auknar kröfur að borgurum séu einnig tryggð þessi réttindi, þar að segja efnahagsleg og félagsleg réttindi, byggjast fyrst og fremst á því að einstaklingnum sé ekki nægilegt að vera frjáls. Heldur verði að tryggja að hann geti lifað mannsæmandi lífi í þjóðfélaginu og það sé undirstaða þess að hann fái notið frelsis síns. Svo segir síðar í greinargerðinni. Við ákvörðun hvaða réttindum skyldi bæta við núgildandi mannréttindaákvæði stjórnarskrár var sú stefna tekin að leggja fyrst og fremst áherslu á borgaraleg og stjórnmálaréttindi. Var því ákveðið að bæta ekki við í neinum teljandi mæli efnahagslegum og félagslegum réttindum. Og meðal þeirra réttinda sem var ákveðið að sleppa, svo ég teki dæmi, eru réttur til húsnæðis, fæðis og klæðis, þar að segja réttur til að vera laus við hungur og örbirgð, og réttur til að verndar fjölskyldunar og réttur til líkamlegrar og andlegrar heilsu. Þetta þótti þeim ekki ástæðu til að setja upp í stjórnarskrá, þegar þeir voru að endurbæta og endurnýja mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Og við les pínlítið meira úr greinargerðinni. Þótt engin ágreiningur sé mikilvægi þess markmið að tryggja öllum áðurgreind efnahagsleg og félagsleg réttindi í reynd umdeilt hvort þau beri að telja til grundvallar mannréttinda. Það umdeilt hvort að réttur til að vera laus við hungur séu grundvallar mannréttindi, segja þeir. Eða hvort þau séu eins konar viðbótarréttindi sem hafi komið til með batnandi lífskjörum í nútíma þjóðfélögum. Og nú get ég tekið dæmi það og nefnt það að það rík vernd efnahagslegra og félagslegra réttinda í stjórnarskrá Suður-Afríku sem að flokkast sem þróunarríki. Og svo segir áfram, af þessum sökum eru skiptar skoðanir hvort og að hve miklu leyti eigi að stjórnarskrá binda þessi réttindi. Helstur rök með nauðsyn þess að binda slík réttindi í stjórnskipanarlög er að sjálfsögðu mikilvægi þess að menn geti í raun lifað mannsæmandi lífi í þjóðfélaginu. Mótrökin hafa á hinn bóginn verið þau að í raun geti verið óframkvæmanlegt að fylgja þessum réttindum eftir þar sem þau kalli á tiltekið efnahagsástand ríkis. Þótt mikilvægt sé að hvert ríki hafi efst á stefnuskrá sinni að tryggja þegnum sínum mannsæmandi líf og þeirri stefnu verði fylgt eins og kostur þá sé varasamt að binda slíkar stefnu yfirlýsingar. Þarna kalla þeir réttin til að vera laus við hungur stefnu yfirlýsingu. Það sé varasamt að binda þau í stjórnskipunarlög. Með því geti rýrnað gildi annarra mannréttindaákvæða sem felast í afskiptaleysi ríkisins. Þetta var göfuglindi stjórnmálamannanna þegar þeir voru að færa okkur aukna mannréttindavernd. Þetta hef ég aldrei heyrt nokkurn mann gagnrýna, aldrei. Það bara endalaust fagna því að þegar við fengum mannréttindaákvæðin endurbætt. Og ég get alveg tekið það fram að það voru Geir Haarde og Finnur Ingólfsson sem voru helstu flutningsmenn þessa frumvarps, en allir flokkar á þingi komu að þessu, líka félagshyggjuflokkarnir, svokölluðu. Og hvað segja þeir svo borgaralegu og stjórnmálaréttindin? Ekki þykir ráðlegt að taka upp í stjórnarskrána með tæmandi hætti og ítarlegu máli öll réttindin sem koma fram í alþjóðlegum mannréttindasamningum, en það getur það leitt til hættu á að ályktað yrði af ákvæðanum. Kannski alveg valið sjónarmið að sömu leyti. Bíðum við. Er þessi staðar ráðgert að í frumvarpinu að bæta við ákvæðinum mikilvægum grundvallarréttindum við núgildandi mannréttindaákvæði er þá ekki leitast við á skrá og skilgreina öll óskráð réttindi sem óumdeilanlega hafa verið og yrðu áfram talin undirstöðureglur í íslenskri stjórnskipan. Hérna getur tekið fram að Hæstiréttur tekur ekki tillit til óskráðra grundvallarreglna. Þannig að þau réttindi sem að þeir vilja meina að séu undirstaða íslenskrar stjórnarskrár, þú getur ekki farið í mál á grundvelli þeirra. Þú getur bara farið í mál á grundvelli mannréttinda sem eru skráð í stjórnarskrána. Það er bara þannig. Svo segir hann áfram. Þannig er til dæmis ekki sett hér almenn stefnulýsing að allir menn eigi rétt til lífs og skuli njóta mannhelgi. Ekki ástæða til að setja það í stjórnarskrá. Að vissu leyti er þannig haldið við stefnu núgildandi mannréttindaákvæða sem einkennast af knöppum og kjarnyrtum stíl og framsetningu grundvallarregla. Þannig að rík og öflug mannréttindavernd þykir stílbrot á íslensku stjórnarskránni. Það er stílbrot á henni, af því að hún einkennist þessum knappa stíl, þess vegna er þetta stílbrot. Og nú minn ég á að sjálfsákvörðunarvaldið, sjálfsákvörðunarrétturinn, og þetta er í okkar höndum, og við munum ráða því sjálf, þegar við vindum okkur í stjórnarskrárgerðina, þá ráðum við því sjálf hversu ríka mannréttindavernd við viljum hafa.
Á grundvelli alþjóðlegra mannréttindasamninga sem Ísland á aðild að starfa sérstakar nefndir sem hafa eftirlit með framkvæmd þessara samninga. Ísland hefur ítrekað fengið bágt fyrir að tryggja réttindin ekki nægilega í lögum og stjórnarskrá með lögfestingu þessara samninga. Við skulum hafa það í huga að Ísland var til langs tíma eitt ríkasta land í heimi og er langt frá því að teljast til þróunarríkis. Þrátt fyrir það eru mörg þróunarríki sem standa sig mun betur í réttarvernd mannréttinda en við gerum. Og mér bara fyrir muna að skilja hvaðan tregðan kemur til þess að veita mannréttindum rausnægt pláss í stjórnarskránni. Ég bara skil það ekki. Mér finnst þessi rök knappan og kjarnadalsstýr, ég bara kaupi þau ekki. Ég kaupi þau ekki. Og ég hef stundum velt því fyrir mér hvort að eina ástæðan sé svo að efnahagsleg og félagsleg réttindi bara samræmast ekki stefnuskrá Sjálfstæðisflokks. Ég leyfi mér bara að segja það, en ég ætla ekki að fara, kannski er þetta bara dylgjur. Því að ef að menn vilja hafa knappan og kjarnadalsstíl, þá erum við lausn á því. Og sem felst í því að það þarf ekki nema einasta mannréttindaákvæði í allar stjórnarskrána. Það er nóg að hafa eitt mannréttindaákvæði, alveg nóg. Það mannréttindaákvæði, það ákvæði getur sagt: þeir alþjóðlegu mannréttindasamningar sem Ísland á aðild að skulu hafa lagagildi á Íslandi. Punktur. Eitt ákvæði. Knappur og kjarnadalsstíl. Þetta eru á bilinu 8 til 10 samningar held ég. Og þá er þetta mál leyst. Þá ber Hæstarétti að vernda og tryggja þessi réttindi ef að gerðir krafa þau í dómsmáli. Nú er ég búin að ræða hér heilmikið mannréttindamál, en þetta var það þegar menn sleppa því hreinlega að fylla í eyðurnar og ákveða að setja ekki þessar undirstöðureglur íslensku stjórnarskipunar eins og segja, þegar þeir ákveða að sleppa því að setja þau ákvæði. En það eru mun fleiri svona eyðufyllingar aðferðir við knappa og kjarnadalsstílinn. Það er meðlega löggjöf. Og það er algeng eyðufylling og það er mjög algengt að stjórnarskráin kveði sjálf að lög skuli sett hitt og þetta. Ráðherraábyrgð á að vera ákveðið með lögum samkvæmt 14. grein stjórnarskrárinnar. Og ef við pælum aðeins í því að stjórnarskráin gerir kröfu að það sé sett lög ráðherraábyrgð. Stjórnarskráin segir að ráðherrar bera ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum og þá að setja lög það. Hverjir setja þau? Það er meirihlutinn á Alþingi. Hverjir ráða öll í þinginu? Það eru ráðherrarnir sjálfir. Það eru ráðherrarnir sem setja lög sína eigin ábyrgð í rauninni. Það er í rauninni þannig. Og þetta er býsna þægileg leið til að útvatna reglur stjórnarskrárinnar finnst mér. Og það ber þeirri löggjöf glöggt vitni að landsdómur hefur aldrei komið saman. Skipun dómsvaldsins skal ákveða með lögum. Lögum sem eru sett af þinginu, ríkisstjórninni. Löggjafinn og framkvæmdavaldið ákveða sem sagt sjálf hvernig þeirra helsti eftirlitsaðili á að vera skipaður. Og það þarf ekkert að fjölyrða þetta efni við ykkur. Ég ætla ekki að fara að tyggja það onni ykkur sem alþjóð veit skipun dómara. Sjálfstæði dómstóls er ekki tryggt í stjórnarskrá og eftir skandalinas Árna Mathiesen núna hafa verið sett ný lög, ég reyndar ekki skoða þau, ég held að það sé búið að samþykkja þau, ég bara ekki skoða þetta nógu vel. Og þar segir að dómsmálaráðherra beri skylda til að velja einn úr hópi hæfustu umsækjenda að mati dómnefndarinnar, en svo kemur smáletrið. Hann getur valið einhvern annan ef að meirihluti Alþingis samþykkir það. Og hvað er meirihluti Alþingis? Það er ríkisstjórnin. Þannig að jafnvel þó að menn séu búnir að ætla að sýna það, nú erum við búin að bregðast við þessum dómi, nú verður dómsvaldið loksins sjálfstætt, en þá ná þeir að setja í smáaletri og þetta er svo algengt með löggjöf. Hvað er ná að setja í smáaletrið? Einhvern veginn, ég kalli þetta smáaletrið. Munið eftir frumvörpunum stjórnlagaþing, þú veist, við erum komið með lög stjórnlagaþing, PS, og svo kemur eitthvað smáaletur. Við ætlum samt að ráða þessu. Þingsköp Alþingis eru sett með lögum, þannig að þingmeirihlutinn
þetta sem sagt ákvæði í stjórnarskránni, að þingsköp Alþingis skulu sett með lögum. Þannig getur þingmeirihlutinn hagað fundarformi eftir eigin hentugleik og gert stjórnarandstöðuna gjörsamlega lama. Fjölda þingsæti í hverju kjördæmi skal ákveða með lögum. Svo eru ýmis mannréttindi sem sagt kveða á nánari útfærslu þeirra í lögum. Það til dæmis allir eiga rétt á aðstoð vegna sjúkleika, örorku, elli og svo framvegis. Og löggjafanum algjörlega eftirlátið að ákveða hvernig þessari aðstoð sé háttað, hversu mikil hún og svo framvegis. Eina ákvæði stjórnarskrárinnar um réttindi barna börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Og þegar það er sagt að nánari útfærslu skuli vera í lögum, að þá þýðir það eins og með mannréttindin að löggjafinn getur með einföldum meirihluta ákveðið að takmarka þessi mannréttindi eins og nánast sýnist. Rétti útlendinga til að koma til landsins og dvelja hér skal skipa með lögum. Og núna eins og kannski flesti vita þá er réttarstaða flóttamanna hér á landi orðin verulegt umhugsunarefni. Og ég hef ekki kynnt með lögum þetta ítarlega en ég veit að mér finnst allavega réttarstaða þessa hóps mjög undarleg. Og ég get ekki dæmi dóm Hæstaréttar þar sem talið var að ákvörðun hvort að veita ætti útlendingi hæl hér, hvort sem væri af pólitískum ástæðum eða sem pólitískum flóttamanni eða mannúðarástæðunum, að ákvarðanir slíkt þar ættu bara ekki undir lögsögu dómstóla. Og þá taldist viðkomandi ekki hafa lögvarða hagsmuni af því að fá viðurkenningu með dómi að hann hefði réttarstöðu flóttamanns. Hann hafði ekki lögvarða hagsmuni af því. Þannig að dómsvaldið hafði ekki úrskurðarvald málið. Þetta er eiginlega óskiljanlegt. Og ég fletti upp í nokkrum stjórnarskrám þetta efni og tekið dæmi úr þýsku stjórnarskránni. Þar segir í 16. grein: þeir sem eru ofsóttir af stjórnmála ástæðum skulu eiga rétt á hæli sem flóttamenn. Þetta stendur í stjórnarskránni hjá þeim. Þeir eru með stjórnarskrárvernd fyrir flóttamenn. Svo er fjallað nánari útfærslu í stjórnarskránni sjálfri þetta. Og svo segir í 4. málsgrein 19. greinar í þýsku stjórnarskránni: brjóti stjórnvöld rétt á manni skal hann geta leita til dómstóla. Þá geta þeir ekkit sveigt fram hjá því og sagt að við getum ekki talað þetta. Ok, þetta voru svona nokkuð dæmi eyðufyllingu með lagasetningu. Ég er ekki að segja að það sé alltaf ómögulegt að framselja eitthvað af þessu valdi beint til löggjafans. En við þurfum að hugsa vandlega hvers konar vald það er sem er verið að framselja þá. Og hvaða áhrif það getur haft á lýðræðisþróun og fleira, mannréttindavernd og fleira. Og þegar maður hugsar þetta, þá hugsa maður viljum við eftirláta löggjafanum, eða forystumönnum stjórnarflokkana, að ákveða í lögum hvernig ráðherraábyrgð er háttað, hvernig dómsvaldið er skipað, hvernig Alþingi starfar, hvernig efnahagsleg og félagsleg réttindi eru veitt og hvort flóttamenn skuli njóta mannréttinda. Viljum við framselja þessi völd til löggjafans sem er unnið saman með framkvæmdarvaldið? Er það æskilegt? Nú ger ég mig fulla grein fyrir því að það er ekki hægt að taka, við getum ekki tekið bara allt lagasafnið upp í stjórnarskrá, það er ekki hægt. Við getum það ekki. En þetta er bara vandamál, stjórnmálamennir okkar hafa ekki beint verið traustsins verðir, þannig að þetta er vandamál. Önnur eyðufylling er eyðufylling inn í knappa og kjarnhyltastílinn er stjórnskipunarvenjur. Þetta eru kannski ekki beint eyðufyllingar við stjórnarskrána en þessar stjórnskipunarvenjur hafa myndast hér eða menn hafa hreinlega bara alltaf metið það svo að ákveðna grundvallarreglur séu undirstaða íslenskrar stjórnskipunar. Þrátt fyrir að þeirra sé ekki getið með beinum hætti í stjórnarskránni. Dæmið þetta er þingræðisreglan. Og í framkvæmdinni hérna heima er þessi regla alltaf bara djók eiginlega því að þessi er í rauninni öfugt farið. Það er ráðherraræðið hér sem gildir en ekki þingræðið. Og það er spurning hvort það sé bara komin ný stjórnskipunar venja þá. Að hér sé ráðherraræði, ég veit það ekki hvort að hún sé þá orðin til, sé orðin grundvöllur íslenskrar stjórnskipunar. Svo eru margir sem að segja að sjálfstæði dómstóla og úrskurðarvald stjórnskipulegt gildi laga séu einnig stjórnskipunarvenjur.
að menn segi það að sjálfstæði dómstólana sé stjórnskipun að venja svolítið mótsögn þegar hið gagnstæða einhvern veginn hrópar á mann að þeir eru ekki sjálfstæðir. Dómarar eru pólitískt skipaðir. Þannig að þetta svolítið svona öfugmæli að segja þetta. Og óeðlileg samskipti framkvæmdarvaldsins af dómstólum eru ekki beint til að auka tiltrú á sjálfstæði dómstólana. Og við getum nefnt mörg dæmi dóma og skipanir og fleira sem að svona takmarka tiltrú á þessa stjórnskipana venju að dómstólar séu sjálfstæðir. Og það er að vísa til kvótamálana þar sem að Hæstiréttur skipt skoðun eftir að hafa kiknað undan þrýstingi frá þáverandi forsætisráðherra Davíð Oddssyni og fleira. Nú, málskotsrétturinn, það er margir sem að hafa eða héldu að minnst við þá skoðun að málskotsréttur forseta væri í rauninni ekki til samkvæmt stjórnskipunar venju. Það er að segja að notkunarleysi 26. greinarinnar væri orðið venjuhelgað. Þannig væri 26. grein stjórnarskrárinnar málskotsrétt forseta í rauninni dauð. Það væri bara stjórnskipunar venja. Og frú Vigdís Finnbogadóttir taldi það minnst ekki í sínum verkarhing að sinna sínu stjórnskipulega eftirlitshlutverki og skjóta lögfestingu EES-samningsins til þjóðarinnar, þrátt fyrir gríðarlegan þrýsting frá almenningi. Merkilegt nokk með forsetaembættið að það er ekkert ákvæði í stjórnarskránni að forseti skuli vera sameiningatákn þjóðarinnar. Það er ekki partur af okkar stjórnskipun. En eftirlitshlutverk forsetans með öðrum valdhöfum er hins vegar með beinum hætti skrifað í stjórnarskrána. Og ég lít svo á að dauði málskotsrétturinn hafi aldrei orðið að stjórnskipunarvenju, heldur hafi verið einhvers konar svona stjórnarfarsvenju að ræða. Það er að segja, enginn af okkar fyrrverandi forsetum leit svo á að hann gegndi einhverju lýðræðis hlutverki. Þrátt fyrir að vera þjóðkjörinn, hann er kjörinn í beinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Samt einhvern veginn hafa þeir talið að þeir hefðu engu sérstöku lýðræðis hlutverki að gegna við þjóðina. Og það má hann Ólafur eiga, að hann bar virðingu fyrir stjórnskipulegu hlutverki sínu að þessu leyti. Og það verður ekki frá hann tekið. En já, að því ég fann að tala stjórnarfarsvenjur, að ég veit ekki hvort að ég á að segja að þær hafi gegnt svona eyðufyllingar hlutverki, en þeir hafa hins vegar átt mikinn þátt í svona, hvað ég segja, svona túlkun ráðamanna á stjórnarskráni og svona ákveðnum svona umgengnisreglum við stjórnarskrána. Og eitt augljóst dæmi þetta eru völd forystumanna stjórnmálaflokkana, völd forystumanna stjórnarflokkana. Þau eru augljóst dæmi þetta og þessi völd þeirra, þau leysa þessi venja að stjórnarmenn, að forystumenn stjórnarflokkana ráði alltaf ráðum sínum. Þessi venja hefur í raun leyst regluna ráðherraábyrgð af hólmi. Forystumenn stjórnarflokkana virðast sem slíkir reka embætti sín á einhvers slags stjórnskipulegu einskismannslandi vegna þess að forystumenn flokkana hafa enga stjórnskipulega stöðu sem slíkir. Þeir hafa enga stjórnskipulega stöðu, þeir bera enga ábyrgð í stjórnarskránni og þetta frýir þá algjörlega undan ráðherra ábyrgð eða neinni ábyrgð því að það er hvergi talað þeirra völd og þeirra valda takmörk. Þeir hafa ekki stjórnskipulega stöðu sem slíkir. Önnur stjórnarfarsvenja snýr að breytingarákvæðinu og sem sagt það er svona ákveðin venja sem hefur myndast tilhögun við breytingar á stjórnarskrá. Og hér er eiginlega tvenns konar vanda að ræða. Það er annars vegar ákvæði sjálft sem er meingallað og hins vegar er það sú stjórnarfarsvenja sem stjórnvöld hafa komið sér upp, hún er með eindæmum ólýðræðisleg. Þannig að það er annars vegar galli á ákvæðinu sjálfu
og hins vegar tilhögunin sem að stjórnmálamennirnir hafa tileinkað sér við breytingarnar. Ákvæðið sjálft, það gallað vegna þess að það virðir ekki sjálfsákvörðunarrétt þjóðarinnar. Og við skulum hafa í huga að ákvæðið óbreytt frá því að við fengum stjórnarskrána frá kónginum. Það algjörlega hefur ekkert breyst. Og ég ætla að lesa aðeins það sem að Gunnar G. Schram segir þetta í bókinni Stjórnskipunarréttur, Gunnar Schram. Hann segir þetta: Stjórnarskráin frá 1920 var samþykkt, fyrst talaði stjórnarskrána frá 1874 sem að kóngurinn gaf okkur. Stjórnarskráin frá 1920 var samþykkt af Alþingi. Alþingi síðan rofið lögum samkvæmt og efnt til nýrra kosninga. Síðan var hún samþykkt af nýju þingi og staðfesta konungi. Þetta nákvæmlega sama aðferðin og notuð í dag. Samt verður naumast staðhæft að hún hafi byggst á kenningunni sjálfsákvörðunarrétt þjóðarinnar. Öðru máli gegnir aftur á móti lýðveldisstjórnarskrána. Hún ótvírætt byggð á þeirri skoðun að uppspretta ríkisvaldsins sé hjá þjóðinni sjálfri. Og það bara út af því að þjóðin greiddi atkvæði stjórnarskrána í beinni atkvæðagreiðslu. Þannig að það allavega viðhorf Gunnars G. Schram að þessi aðferð sem viðhorf núna, hún virði ekki sjálfsákvörðunarrétt þjóðarinnar. Og þetta gallinn á ákvæðinu sjálfu. Ákvæðið gerist þó ráð fyrir því að þjóðin fái að tjá hugsun stjórnarskrárbreytingar. Af því að þegar það hefur verið samþykkt á Alþingi þá þarf að búa til kosninga. Og þannig ætlast til þess að kjósendur taki afstöðu til stjórnarskrárbreytinganna í sérstökum þingkosningum sem á að boða til af þessu tilefni. En þeim stjórnmálaflokkum sem eru við völd hverju sinni eru þetta mjög illa við að láta rjúfa þing og boða til kosninga sýnt og heilagt. Þeir vilja helst sleppa við það. Og þess vegna leggja þeir aldrei til fram frumvarp breytingar á stjórnarskrá fyrir í lok hvers kjörtímabils. Þannig að þær kosningar sem eiga að fara fram breytingar á stjórnarskrá eru alltaf hinar almennu kosningar sem fara fram á 4 ára fresti. Og þá drukkna fyrirhugaðar breytingar á stjórnarskrá í stefnumálum flokkana og ýmsum öðrum svona fögrum kosningaloforðum. Og enginn pælir í því að það sé verið að breyta stjórnarskránni. Og ef maður myndi spyrja fólk, manst þú eftir því að hafa tekið afstöðu til þess árið 1995 hvort að rétturinn til lífs ætti að njóta stjórnarskrárverndar? Man einhver eftir því hvort hann tók afstöðu til þess í þingkosningum árið 95 eða 4 eða hvenær sem var þetta leyti? Því að við kusum það. Við bara vissum ekki af því. Við bara vissum það ekki. Af því að við vorum bara að hugsa einhver stefnumál og eitthvað allt annað. Stjórnmálamenn eru ekkert að bá svona eitthvað stjórnarskrárbreytingar sem að fara fram. Sérstaklega ef þeir eru að vinna því að auka sín völd, Man einhver eftir því að hafa tekið þá afstöðu í kosningum að rétturinn til að vera laus við hungur eigi ekkert heima í stjórnarskránni. Ég efast að nokkur muni til þess. Og ég skal útskýra af hverju. Í fyrsta lagi það vegna þess að almennar þingkosningar að ræða, eins og ég sagði áðan, og þá eru flokkarnir uppteknir við að kynna stefnuna sína. Hún snýst yfirleitt ekki stjórnarskrána. En höfuð ástæða þess að við höfum aldrei fengið að taka afstöðu til stjórnarskrárbreytinga sú að flokkarnir koma sér alltaf allir saman breytingar. Allir eru sammála. Þetta eru ógnir þverpólitískrar samstöðu. Þannig að þegar allir eru sammála að breyta í stjórnarskránni, þá á sá kjósandi sem á móti breytingunni ekkert val. Hann hefur engan flokk til að kjósa. Það allir saman. Hann verður það bara sjálfur að fara í framboð og vera á móti. Af því að það þessi samstaða. Og þetta eina af þessum stjórnarfarsvenjum. Þið muni eftir því, rétt eftir búsáhaldabyltinguna, þegar tekist var á afar misheppna frumvarp stjórnlagaþing og náttúruauðlindir og fleira. Og þá var Birgir Ármannsson mjög svo fúll við ríkisstjórnina og sagði í þingræðu, og þetta staðfestir það sem ég að segja við ykkur. Birgir Ármannsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sagði þá í þingræðu:
Í fyrsta lagi finnst mér að fram til þessa hafi vantað pólitískt samráð þær breytingar sem ríkisstjórnin hefur boðað. Í því sambandi nefni ég að allar stjórnarskrárbreytingar sem hafa farið í gegn á undanförnum áratugum hafa verið byggðar á víðtæku samráði og pólitískri sátt. Það staðfestir hann þarna. Og honum finnst annað bara vera móðgun við stjórnarskrána, einhvern veginn. Og ég hef lýst því oft yfir í ræðu og ritu að frá mínum bætrum séð er stjórnarskráin ekkert annað en ráðningarsamningur á milli þjóðarinnar og stjórnvalda. Og það stenst enga skoðun þegar nánar er aðgáð að þingið breyti í trekk sínum eigin ráðningarsamningi án þess að leita samþykkis vinnuveitandans, stjórnarskrárgjafans, okkar. Þetta var, ég teki fleiri dæmi, deildarskiptingu Alþingis, það er mjög merkilegt mál. Að það voru gerðar stjórnarskrárbreytingar afnám deildarskiptingar Alþingis. Hvað er ég búin að tala lengi? Ég ekki hugmyndu það. Ég er alveg að verða búin. Allt til ársins 1991 þá starfaði Alþingi í 2 málstofum. Ég kann ekki alveg útskýra þetta. Upphaflega störfuðu bara konungkjörnir þingmenn í efri deild og þegar það var aflagt að þá kaus þingið sjálft einhverju til að starfa í efri deild og hinir voru í neðri deild. Og það þurfti að ræða öll frumvörp í hvorri deild fyrir sig í ákveðið mörgum umræðum áður en að lög gátu verið samþykkt. Árið 1991 voru gerðar breytingar á stjórnarskrá afnám þessara deildaskiptingar og mælt fyrir að Alþingi skyldi starfa í einni málstofu. Og það getur vel verið að einhver góð rök finnist við þessu. Kannski kostar þetta minna og verður betra nefndarstarf úr og ýmislegt slíkt. En nú ætla ég aftur að fá að lesa úr greinargerð með breytingunum þar sem færð voru rök fyrir því að 2 deildir á Alþingi séu ómögulegar og það verða sameinaðar. Og nú skuluð þið hugsa vel hvað Páll Skúlason talaði hér daginn og fleiri hafa rætt varðandi ráðherravaldið og hvernig það hefur valtað yfir allt. Og nú ætla ég að lesa úr greinargerðinni. Núverandi deildarskipting, og þetta úr greinargerð, núverandi deildarskipting hefur oft leitt til þess, og pælið því, þetta er þingið sem að tala. Þetta er Alþingi sem að tala. Eða að nafninu til allavega Alþingi sem að tala. Núverandi deildarskipting hefur oft leitt til þess að ríkisstjórnir sem notið hafa stuðnings meirihluta þingmanna hafa átt erfitt með að koma málum sínum í gegnum þingið vegna þess að þær hafa ekki haft tilskilin meirihluta í báðum deildum. Það má færa fyrir því rök að deildarskiptingin sé í andstöðu við þá viðurkenndu grundvallarreglu í lýðræðislegum stjórnkerfum að meirihlutin ráði úrslitum mála. Tvískiptingin hefur nokkrum sinnum orðið til þess að veikja ríkisstjórnir. Og gera þær óstarfhæfar, þótt meirihluti þingmanna hafi stutt þær. Í einni málstofu mun tími ráðherra nýtast mun betur en áður þar sem þeir þurfa þá ekki lengur að taka þátt í umræðum sín mál í 2 deildum. Núverandi skipting þingsins í 3 málstofur, efri deild, neðri deild og sameinað þing, veldur því að öll málsmeðferð á Alþingi virðist óþarflega flókin í augum almennings. Ein málstofa mun því stuðla að bættum skilningi landsmanna á störfum þingsins en slíkt er mikils virði. Þetta er allt gert fyrir okkur, svo við skiljum þingi betur. Þetta frumvarp var flutt af formönnum allra þingflokkana. Það er að segja, þarna var þver pólitísk samstaða á ferð. Alþingismönnum allra flokka þótti með öðrum orðum aðhald þingsins á ríkisstjórnina allt og mikið og það var því afnumið með stuðningi allra flokka. Þetta var 91 og ég hef aldrei, hvorki fyrr né síðar, heyrt nokkra gagnrýni á þennan gjörning sem var framinn í skjóli þverpólitískrar samstöðu. Það má líka taka dæmi kjördæmaskiptingu Alþingis sem var breytt með lögum og ákveðið að ítarlega ákvæðum það skyldu tekin úr stjórnarskrá og löggjafanum fært valdið til þess að ákveða alveg hvernig kjördæmaskipting og allt slíkt færi fram og ég ætla ekki að lesa úr því, ég hef ekki tíma til þess að ég komin svo seint með tíman. Nú, aðeins áður en ég hætti umgengni við stjórnarskrána meira. Hvernig komast valdhafarnir upp með þessar stjórnarfarsvenjur sínar? Hvernig komast þeir upp með að sveigja svona anda stjórnarskrárinnar? Stundum er þetta ekki beint brot á stjórnarskrá, en þeir eru svona að sveigja sig til og frá þannig að við erum horfin frá tilganginn.
alveg eins og með breytingar ákveðin, til dæmis, það var ráðherra ábyrgð og fleira. Hvernig, þannig eru valdhafarnir, þeir eru einhvern veginn flinkir við að nýta sér stjórnarskrána, annars og Hitler, og ég get nefnt sem dæmi vegna þessar aðferðafræði sem þeir hafa beitt að það hefur oft verið, eða nokkuð oft allavega, verið lagt fram frumvarp breytingaákvæðinu sem mæla fyrir að þjóðin kjósi breytingar á stjórnarskrá og það segir allt sem segja þarf að slíkt frumvarp hefur aldrei náð brautargengi á Alþingi. Enda það í andstöðu við valdasækni valdhafana. Það í andstöðu við það að færa fólkinu einhverju völd og yfir stjórnarskránu sjálfri. Þessar aðferðir við landsstjórnina, það er að segja varðandi alræði forystumanna flokkana, það brýtur kannski ekki beint í bága við stjórnarskrána, en þetta verða svona eins og skuggastjórnendur samt. Þetta verða svona eins og skuggastjórnendur, bara alveg eins og eigendur bankana. Þeir, það er að segja forystumenn stjórnarflokkana, er að ræða sín á milli á ákveða mál sem þeir hafa ekki völd til að fara með samkvæmt stjórnarskránni. Munið það er hvergi talað ríkisstjórn í stjórnarskránni. Það er aldrei talað ríkisstjórn. Það eru ráðherrar sem fara með framkvæmdarvaldið. Og þegar forystuflokkana er að ráða sínu ráðum, eru þeir að fara inn á valdsvið annarra ráðherra sem eiga að bera ábyrgð. Og rannsóknarnefndin telur að þannig geti forystumenn stjórnarflokkana firrt sig allri ábyrgð. Og ég held að það séu allavega 3 ástæður fyrir því að stjórnmálamennir okkar komast upp með annars vegar beinbrot á stjórnarskránni og hins vegar þessar sveigingar á anda stjórnarskránar. Í fyrsta lagi er það að löggjafinn er runnin algjörlega sama við framkvæmdarvaldið, sem veldur því að aðhald þingsins á framkvæmdarvaldið eru ekki neitt. Það eru ráðherrarnir sjálfir sem setja lög ráðherraábyrgð, ríkisstjórnin getur afnumið aðhaldsvöld þingsins og svo framvegis eins og ég þegar rætt. Í öðru lagi þá hefur þingið og þar með ríkisstjórnin, og kannski bara ríkisstjórnin, algert alræðisvald yfir stjórnarskránni og breytingum á henni og virðist geta komið öllum breytingum í gegn með pólitískri samstöðu eða komið í veg fyrir breytingar líka. Í þriðja lagi, og þetta er líka mjög mikilvægt, í þriðja lagi komast þeir upp með allt þetta vegna þess að eftirlit með framfylgd stjórnarskránar er allt of veikt. Það er allt of veikt og það er á stórum hluta bara óframkvæmanlegt og ég ætla að útskýra af hverju áður en ég hætti og ég skal lofa að vera eins fljót og ég get. Samkvæmt stjórnskipunarvenju, eða svona, menn vilja meina þessi stjórnskipunarvenja, á Hæstiréttur að hafa úrskurðarvald stjórnskipulegt gildi laga. Það er að segja, hann hefur úrskurðarvald það hvort á lög sem Alþingi setur standi stjórnarskrá. Hvort heldur samkvæmt efni sínu eða í forminu, hvort lögin hafi rétt sett og svo framvegis. Og þetta viðhorf kemur til dæmis fram í öryrkjadómnum, þar sem að og það olli miklum deilum og Davíð Oddsson var brjálaður og skrifaði greinar alveg hægri vinstri af því að Hæstiréttur var farin inn á svið löggjafans og það er rimma sem var áhugavert fyrir ykkur að kíkja á. Ég ætla ekki að fara út í það því ég er svo sein. Það er almenn sátt þá stjórnskipunarvenju að dómstólar hafi þetta vald til að úrskurða það hvort að lög standist stjórnarskrá. Þetta vald er hins vegar mjög takmarkað vegna þess að til þess að geta borið mál undir dómstóla þá þarf maður að hafa annars vegar afmarkað sakarefni og hins vegar einstaklega og lögvarða hagsmuni, alveg svo flóttamaðurinn taldist ekki hafa. Maður þarf að hafa einstaklega lögvarða hagsmuni af því að fá skorið úr sakarefni sem maður ber upp. Og það er langt frá því að öll málefni sem lúta að stjórnskipuninni geti hreinlega uppfyllt þetta skilyrði. Það er langt í frá. Og nú ætla ég að taka dæmi áður en ég hætti. Árið 1993 eða 4, hvort það var ekki 4, og þetta er svolítið skondin dómur, að það var maður sem heiti Björn Sigurðsson, held að ég sé ekki að fara rangt með nafnið hans, hann stemdi forseta Íslands, forseta Alþingis og utanríkisráðherra sem forsvarsmönnum Íslenska ríkisins og krafðist viðurkenningar á því að í samningnum Evrópska efnahagssvæðið felist framsal á stjórnarskrárbundnu valdi og að slíkt framsal verði aðeins gert með því móti að stefnandanum, þar að segja einstaklingnum, gefist kostur á sem kjósanda til Alþingis að koma að því máli.
Svo krafðist hann þess líka að lög lögfestingu EES-samningsins verði felldu gildi. Og krafan byggist á því að í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið felist framsal á stjórnarskrárbundnu valdi og að ekki hafa mátt lögfesta samninginn nema með þeim hætti sem 79. grein stjórnarskrárinnar mælir fyrir varðandi breytingar á stjórnarskrá. Hann að segja, það varð að breyta stjórnarskránni. Hann byggir ekki á því að efni EES-samningsins brjóti gegn hans hagsmunum sérstaklega eða hafi haft áhrif á stöðu hans. Hann byggir á því að ágreiningsefnið sé hvernig samningnum var komið á og sem sagt að aðild Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið brjóti í bága við stjórnarskrána. Og niðurstaða Hæstaréttar það er í verkahring, ég ætla að lesa hana, það er í verkahring dómstóla að ákveða hvort að lög standi stjórnarskrá. Slík álitaefni verða ekki borin undir dómstóla nema í tengslum við tiltekna og raunhæfa hagsmuni eða til viðurkenningar á tilvist eða efni tiltekinna réttinda eða réttarsamband málsaðila. Stefnandi hefur haldið því fram að skilyrðið lögvarða hagsmuni væri uppfyllt, og þetta er svolítið skemmtilegt, þar sem hann sem kjósandi til Alþingis þar sem hann sé sem kjósandi til Alþingis aðili að breytingum á stjórnarskránni og brotið hafi verið gegn þeim réttindum hans með því að lögin voru samþykkt án þess að þeirra aðferða sem er gætt í 79. grein stjórnarskrárinnar gerir ráð fyrir. Hann segir, það fór ekki fram breytingar á stjórnarskrá sem að heimila aðild að EES-samningnum. Ég átti rétt á að segja mína skoðun slíkar stjórnarskrárbreytingar. Þessar réttar míns var ekki gætt. Og þess vegna fer ég í mál og ég vil fá þetta bara úr gildi. Hæstiréttur segir svo, ekki verið talið að svo afstaða stefnanda að hann sé Íslendingur með kosningarétt til Alþingis að það heimili honum að bera undir dómstóla spurningar skipulegt gildi lagasetningar nema í tengslum við ákveðna og lögvarða hagsmuni hans sem að lögin ná til. Dómkröfur stefnanda eru ekki settar fram í tengslum við nein tiltekin áþreifanleg réttindi hans eða skyldur. Samkvæmt því sem að framan segir hefur stefnandi ekki sýnt fram á að hann eigi lögvarða hagsmuna því að fá skorið úr stefnukröfum sínum fyrir dómstólum. Þegar að þeirri ástæðu verður ekki hjá því komist að vísa öllum kröfum stefnanda frá dómi. Og þetta mál það sýnir það að það eru til dæmis eins og í svona aðstöðu, það er bara ekki möguleiki fyrir okkur að fá úr því skorið hvort að stjórnarskráin hafi verið virt eða ekki. Við bara getum það ekki. Og nú má til dæmis spyrja, standast samningar ríkisstjórnarinnar við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, standast þeir stjórnarskrá? Í stjórnarskrá er skilyrði að lán sem að leggja kvaðir á ríkið megi ekki ákveða nema samkvæmt heimild í lögum og vel má vera að sú heimild hafi verið í fjárlögum eða aukafjárlögum eða eitthvað slíkt. En þar er örugglega ekki gert grein fyrir framsali löggjafarvalds og framkvæmdarvalds yfir til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Og þar er ekki gerð ráð fyrir heimild Alþjóðagjaldeyrissjóðsins til þess að stjórnast í örlögum auðlinda okkar og svo framvegis. Nú er ég kannski að dylgja, ég veit það ekki. En ef við myndum vilja bera þetta undir dómstóla, þá er það bara ekki hægt. Það er í rauninni að svona megninu til einungis mannréttinda ákvæðin sem við getum borið undir dómstóla. Allt annað sem að stjórnarskráin kveður á það er ómögulegt fyrir okkur að fá úrskurð það hvort það standi stjórnarskrá. Og þetta er risavaxið vandamál. Og í lokin þá langar maður að spyrja tveggja spurninga. Svo er ég hætt. Í fyrsta lagi, hvernig leysum við vandann sem ég hef lýst hér að framan? Það er að segja, hvernig getum við haldið í hugmyndina stutta og skýra stjórnarskrá sem ég tel að sé nauðsynlegt. Og ég hef ekki svörið við þessa spurningu. Þess vegna vil ég ræða þetta. Hvernig getum við farið að því að halda í stutta og kjarnyrta og góða stjórnarskrá sem allir geta skilið og lært utan að, en komið í veg fyrir vandamálum sem ég er búin að lýsa hérna framan? Hvernig förum við að þessu? Þetta þarf að ræða áður en og þegar við förum í að breyta stjórnarskránni. Við verðum að taka þessa umræðu. Síðara spurningin er svo, og ef við höfum í huga allt sem ég hef rætt hér að framan og umgengni valdhafanna við stjórnarskrána, viljum við þá eftirláta Alþingi að ráða umgjörðinni stjórnlagaþingið okkar? Hvort viljum við, með það í huga sem ég sagði hér að framan, hvort viljum við stjórnlagaþing í boði ríkisstjórnarinnar eða stjórnlagaþing í boði þjóðarinnar? Og þetta er spurning sem við þurfum að íhuga mjög alvarlega líka. Svo þakka ég fyrir mig. Afsakið hvað ég talaði ógeðslega lengi.
Já, þakkaði kærlega fyrir þetta og ég byrði afsökunar að kalla það Ásmundsdóttir, þú ert jú Ámundadóttir, en eru fyrirspurnir, þá endilega vildi ég byrja ykkur að koma hérna upp og kynna ykkur og bera fram vegna sem við tökum upp hljóð og mynd, kynna ykkur og bera fram spurningar. Viltu fá margar spurningar eða bara svarar að jafnóðum? Þú ræðir því. Já, Jón heiti ég. Þetta áhugavert mál. Mér hefur legið svolítið yfir þessari stjórnarskrá og og maður lærir að þekkja hana svona með því að fara í debatt hana, hella sér út í deilur. Hún spurði spurningar, hvernig getur leyst þetta? Mér sýnist þetta mjög einföld lausn á því hvernig við leysum öll þessi stærstu vandamál sem að stjórnarskráin með í dag. Og hún svo að 20–33% af alþingismönnum geta sett mál í þjóðaratkvæði. Ef það þá búið að taka af meirihlutaræði, flokksræði, foringjaræði og alræði flokksformanna. Við höfðum hérna tímabil og það var svolítið áberandi að eftir 95 þá þessi stjórn, þegar stjórnarskrárbreytingin 95 gerð, þá breytist ýmislegt. Og þá erum við völd, Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur, sem að nýta sér þetta á þann hátt að það flokksræði, það meirihluti á Alþingi. Síðan verður foringjaræði. Síðan höfum við hérna tímabil þar sem að formaður Framsóknarflokks með 5% fylgi í skoðanakönnunum var forsætisráðherra. Ég myndi kalla þetta einræði, ákveðin tegund einræði. Við losnum þetta allt saman ef að 20% til 33% af þingmönnum geta sett mál í þjóðaratkvæði. Þessi stjórnarskrá sem við erum með, hún er kópía af þeirri dönsku sem var sett 1848, við fáum hann 1874. Frá 1874 til 1904 þá nýtti konungurinn sér oft 27. greinina sem núna neitunarvaldið. Þetta bara neitunarvald konungs sem yfirfært af forsetann, algjört neitunarvald. En þetta okkar mesti réttur í dag. En við megum ekki skerða og við getum útfært hann með því að bæta við inn í stjórnarskrána þessum tveim að setja sem þetta minnihluti geti farið fram á þjóðaratkvæði. Bara eitt atriði, ekkert annað, vegna þess að það tekst aldrei að breyta stjórnarskrám af því að næst ekki samstaða. Menn eru með svona jólagjafalista og vilja fá þetta og hitt og alls konar og engin samstaða. Ef það bara haft eitt mál í einu, þá var hugsanlegt að ná samstaðum það. Síðan kom hinn öll á eftir, ef minnihlutinn og Alþingi fær vald. Þetta óeðlilegt að 50% af þjóðinni, 50% af þingmönnum séu valdalausir og séu bara í aftursætinu og hafi ekkert hlutverk. En mér langar að heyra álit aðallega. Já, svo ætla ég aðeins að koma inn eitt, hún talaði hérna réttinn til lífsins. Ástæðan fyrir því að það var ekki sett inn í stjórnarskrána það að það voru teknar fóstureyðingar 75 og ef allir hafa rétt til lífsins þá getur það komið inn á það að menn fara að berjast með þetta sem vopn gegn fóstureyðingum. Þess vegna var þetta ekki sett inn. Ég þakka fyrir. Bara örstutt að ég er algjörlega sammálaði með minnihlutavendina á þingi og á minnihlutavald að það geti eflaust virka gríðarlega vel, er alveg samar það. Réttin til lífsins að þá tók ég það bara sem dæmi, ég hef getað tekið mörg önnur dæmi, réttin til húsnæðis, í honum innifelst til dæmis rétturinn til þess að ákveðin réttindi ef að á að bera menn út úr húsnæðinu sínu og mikil takmörkun á því til dæmis
Og það eru ýmis önnur réttindi sem að menn kusu að sleppa og ég tók þetta bara sem dæmi en og þetta er eflaust alveg rétt sem að þú segir. Ég vil að segja hvað við það. Fleiri? Gjörðu svo vel. Ég heiti Birna. Þú sagðir að Þjóðverjar breyttu sinni stjórnarskrá eftir stríð. Vonandi til bóta. Hvaða stjórnarskrá myndir þú helst vilja stela? Kópera, meira og minna í dag. Er einhver stjórnarskrá sem er góð? Og svo er annað sem að mér finnst eiginlega mjög áberandi í samtöku umræðu stjórnarskrá. Mér finnst eiginlega enginn vita hvað stendur í, eða kunna hana neitt. Mér finnst þjóðin ekkert vita hvað stjórnarskráin er og eiginlega ekki átt að sjá hvaða gildi hún hefur. Þannig að ég held að það þurfi að kenna mér að minnsta kosti miklu betur hvað stendur í henni og hvað það þýðir. Takk. Já, ég hef mikla mætur á þýsku stjórnarskránni og það nokkra ástæður fyrir því. Í þeirri stjórnarskrá kemur afar skýrt fram, bæði í inngangi hennar og síðar í henni líka, að allt vald spretti frá þjóðinni og það er skýrt tekið fram. Það tekið fram að það er þjóðin sem setur sér stjórnlög. Og annað sem er frábært í þeirri stjórnarskrá er að mannréttindaákvæðin eru fyrst, þau eru efst á blaði og fremst og það felst alveg gríðarlega sterk yfirlýsing í því að byrja stjórnarskrána á grundvallar mannréttindum. Það felur í sér að Þýskaland er á þeirri skoðun að fólkið komi fyrst. Það þriðja sem er gott við þýsku stjórnarskrána að það er sérstakur stjórnlagadómstóll sem hefur mjög virt eftirlit með valdhöfunum. Gallinn á henni er svo að ef þú myndir prenta hana út þá er hann það bil 150 blaðsíður. Þýskaland er náttúrulega flóknara ríki heldur en okkar ríki, það er sambandsríki og mun svona flóknara. Ég held líka upp á stjórnarskrá Suður Afríku. Þeir eru gríðarlega sterkir í mannréttindavernd og þeir geta ekki alltaf vernda öll mannréttindi upp í topp. Þeir geta ekki veitt, ég meina það eru margir svangir í Suður Afríku. En réttur til að vera laus við hungur er samt í stjórnarskráni, réttur til húsnæðis til dæmis er í stjórnarskráni og ríkinu ber að gera það allra mesta sem það getur. Og það er stjórnlagadómstóll sem starfar í Suður Afríku sem er mjög virkur og sérfræðingur út allan heim fylgjast ofboðslega vel með þessum dómstól og hann er að sinna gríðarlega miklu brautriðendastarfi. Þessar tvær stjórnarskráir eru í miklu uppáhaldi, það eru margar aðrar og við eigum auðvitað að reyna að læra af reynslunni. Við þurfum ekki að finna upp öll hjól, en við þurfum kannski að finna hvað einkennir okkar samfélag, hvað þurfum við að laga, hvað getum við tekið frá hinum og þessum. Og gott að nefndir menntunina. Þetta er mál og þeir sem hafa áður verið á fundum þar sem ég hef tjáð mig vita það að þetta er mér mikið hjartansmál. Að ég tel gríðarlega mikilvægt að stjórnarskráin sé bara kennd í grunnskólum, framhaldsskólum, háskólum, í endurmenntun og út allt. Og að fólk viti rétt sinn. Og þegar ég er að tala stjórnarskrá og stjórnarskrármál við almenna borgara, ég er að ljúka meistaranámi í lögfræði, að þá er fólk alltaf svo hissa, býtu á ég svoleiðis rétt, hvað, og mega er þetta ekki? Og fólk bara kemur af fjöllum og þetta er gríðarlega mikilvægt. Það sem að stjórnvöld hafa sagt, til dæmis í skýrslu samskipti við mannréttindanefndar, þá segja þeir alltaf að hér sé mikil mannréttindavitund og ýmislegt svona. Ég bara skil ekki alveg hvaðan það kemur því að hér fer engin virk mannréttindamenntun fram, engin. Á sumum stöðum hangir mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna svona upp á vegg svona til skrauts. Ekkert meira. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál fyrir alla og ég vona að þær umræður sem núna er í gangi að þær hjálpa okkur við þetta, aukin áhugi á stjórnskipunarmálum og slíkt Nei, þetta var mjög
Áhugavert, Morten heiti ég. Ég var að spá í svona hvernig framkvæmið þetta og þetta sem þú sagði vald forystumanna, flokkana. Það ekki eins í flestum löndum í rauninni? Og hitt spurningin, þetta staðreynd sem allir viðurkenna, flokkarnir sjálfur, viðurkenna að forystumenn hafa svona mikið vald? Ég held að þetta, ég er ekki stjórnmálafræðingur og hef ekki mikið vita á þessu. Einhverju aðrir eru betur bæri til þess að svara hvernig þetta er í öðrum ríkjum. Ég er ekki alveg, ég veit að, þetta er ekki svona í Bandaríkjunum, ég hef ekki mikinn áhuga á bandarísku stjórnarfari og óska ekki sérstaklega eftir að við tökum slíkt upp, en þetta er ekki svona þar. Það er bara allt öðruvísi system í gangi, En aðrir verða að svara fyrir það hvernig svona stjórnarsamstarf og slíku er háttað. Þar má líka vel vera að þar fylgir einhver pólitísk ábyrgð með. Hún fylgir ekki með hér. Þeir geta alveg haft þetta svona þeim sýnist. En þá verður að standa í stjórnarskránni að ríkisstjórnin sem slík beri einhverja ábyrgð. Hún gerir það ekki í núverandi stjórnarskrá. Og rannsóknarnefndin segir í skýrslunni að þess vegna beri Ingibjörg Sólrún ekki ábyrgð. Af því að þú spyrir hvort að þeir viðurkenni að þetta sé svona og hvort að það sé bara viðurkennt. Já, það kemur fram í skýrslunni. Það kemur fram í skýrslutökum við ríkisstjórnina, við ráðherra og við held ég þau sjálf, þá kemur það fram að svona var þetta gert. Þau skildu Björgvin út í horni, þeir skildu hann eftir út í horni og réðu sínum málum sjálf, hafði hann ekki með, hann var svo kjaftaglaður og þau viðurkenna þetta. Þannig að þetta er algjörlega viðurkennt. En eins og ég segi, ég bara þori ekki alveg að segja hvernig þetta er í öðrum löndum. Ég hef ekki lagst út í stúdíu á því og aðrir eru örugglega betri til að svara það. Já, Árni Björn heiti ég. Ég þakka Aðalheiði fyrir fróðlegan fyrirlestur og það er lengi hægt að fræðast hlutina. En það sem við tökumst á við núna eru klíkustjórnmálin. Þessi valdaklíku sem virðast vera bak við tjöldin og það virðist vera það að það séu einhverjar valdaklíkur hérna í þjóðfélaginu sem meira að segja langt fyrir utan stjórnmálaflokkana og virðast svo bara ráða öllu saman. Og það eru alls konar klúbbar hérna í gangi sem að virðast hafa einhver ítök í stjórnkerfinu og tök á stjórnmálaflokkunum og ég held að það sé mjög mikill vandi hérna í þjóðfélaginu. Það vantar eitthvað að kjarna í því sem að ber með sér heiðarleika og virðingu fyrir fólki. Og það er spurning hvort að það vantar eitthvað stóran hlut í menntakerfið og það að fræða það, hvernig það er að bera virðingu fyrir lífinu og bera virðingu fyrir öðru fólki. Og ég held að það sé mjög mikill vandi að setja stjórnarskrá þessar hluti ef að við höfum ekki vitneskju það hvað er heiðarleiki og hvað er virðing. Og það þarf auðvitað að stórbreyta menntakerfinu til þess að við förum að skilja það að þessi pólitísku valdakerfi og klíkur innan stjórnmálaflokkana er ekki vitið sem að við þurfum á að halda. Þar eru bara klíku stjórnmál sem að gera bara að vinna að eigin hagsmunum og eru stór hættulegt fyrir líf fólksins hérna. Og þessu þarf að breyta. Og ég held að það þurfa að byrja í háskólanum og í öllu menntakerfinu alveg frá grunninu það að skoða lífið sjálft og hvað við þurfum á að halda og all þessi ilska og eigin hagsmunapot allstaðar sem eigi bara að snúa því við. Og þetta er ekki gert á einu degi en það þarf að fara að byrja á þessari vinnu. Takk fyrir. Já, ég hef með spurningu til Aðalheiðar. Hún býr og starfar á Akureyri, veit ég, og ef að mér skjáttlast ekki, þá hún frá Húsavík, það ekki? Ég að velta því fyrir mér þegar að þessi
áhuga Bylgja nýja stjórnarskrá þegar hún á að berast vítt allt landið, hvort að Aðalheiður telji hættu því að fólk utan Reykjavíkur svæðisins telji mögulega á sig ráðist vegna þess að stjórnarskráin stendur þó vörð, ef að rétt að tala þannig kjördæmaskiptingu. Það allavega eitt ákvæði inni sem segir að það megi ekki vera færri en 6 kjördæmi á Íslandi. Ég veit að þegar umræðan Reykjavíkurflugvöll fer í gang þá margir sem að telja þetta sem árás á landsbyggðina. Heldur þú Aðalheiður að það geti mögulega verið svo hætta að fólk haldi að nú allir fólki í Reykjavík eða ykkur samkoma þar að fara að taka kjördæmin þeirra frá þeim og þingmennina og allt sem þeim fylgir? Og svo í viðbót við þetta, hvernig sér þú að það sé hægt að vekja áhuga fólks út á landi að breyta stjórnarskráni og fá þau til þess að taka þátt í þeirri breytingu? Já, nú spyrðum stóra hluti. Mér hefur stundum fundist ég vera svolítið einangruð út á landi í mínum byltingaranda, ef ég get orðað þannig. Kannski það bara fordómar í mér, ég ekki alveg viss. Ótti landsbyggðarinnar, kjördæmamálin, jú, það má vel vera. Ég hef fundið fyrir því og ég hef heyrt það. Ég kom í hús til dæmis daginn fyrir norðan og það var ekki á Akureyri, það var í meira dreifbýli og var að tala stjórnarskrána og auðlindirnar og þá vissu mína fyrir því að nú fengjum við auðlinda ákvæði í stjórnarskrána. Og þá var ég spurð, hvað finnst þér það þýða að auðlindirnar séu í eigu þjóðarinnar? Finnst þér eðlilegt að auðlindir á litlu svæði, fyrir norðan kannski, að öll þjóðin eigi að fá að ráða því að við megum ekki nota þær? Þannig ég veit það að auðlindir skipta máli í þessu efni, miklu máli. Og ég hef ekki trú á því að við munum ekki fá landsbyggðina með okkur í lið. Auðvitað, ætti landsbyggðina að sjá hagsinn í því að vera með. Ef hún ekki með, við ætlum að fá nýja stjórnarskrá, punktur. Og auðvitað hlýtur landsbyggðin að vilja vera með til þess líka gæta sinna hagsmuna. Og við verðum líka að taka þetta tillit til landsbyggðarinnar, henni hefur blætt gríðarlega mikið og allt það. Og ég hef fulla trú á því að það verði gert. Ég veit ekki hver eru bestu ráðin. Við þurfum að fá í lið með okkur sterka aðila landsbyggðinni sem að heimamenn treysta. Og kannski það betra að byrja á því áður en að við bara auglýsum fund og komum með einhvern sérfræðinga sunnan til að tala við fólkinu. Ég held að það sé betra að byrja á því að finna út hvaða aðilar eru sterkir, hver það í þessu litla samfélagi sem nýtur trausts, tölum við hann og förum svo þaðan. Og landsbyggðin hefur líka miklar áhyggjur af þessu hruni. Umræðan þar kannski svolítið öðruvísi. Landsbyggðin þetta einangruð, það ekki bara ég eitthvað eina á landsbyggðinni sem eitthvað einangruð. Og þeir hafa kannski ekki fengið sama tækifæri stundum til þess að móta sér skoðanir. Þeir hafa ekki geta verið með á öllum fundunum alltaf og hafa ekki einhvern veginn haft sig í að koma sér sjálf upp fundum og annars slíkt nema kannski að takmarkaðu leyti. En ég hef alveg trú að við getum fengið landsbyggðina í lið með okkur, við þurfum að beita réttum aðferðum og ég held til dæmis með því að finna hvaða aðila við eigum að fá í lið með okkur til þess. Þá hef ég fulla trú að við verðum að sameinast. Og það svo hættulegt og það svo margt í gangi núna sem til þess fallið að sundra og það eru tiltekin öfl sem hafa mikla hagsmuni af því að sundra og við verðum að reyna að tala í sameiningarátt til þess að tryggja okkar hagsmuni sem best, held ég.
Býðst með afsökunar að tala tvisvar, en við langar aðeins að koma inn á annað mál sem ég sleppti áðan. Það var, sem aðal hefur komið inn á, það var í sambandi ráðherraábyrgð. Sko, í dönsku stjórnarskránni, þá ákvæði ráðherraábyrgð sem frábrugðið okkar. 63, þá íslensku stjórnarskránni breytt. Og Danir kópuðu nánast allt sem við gerðum, 64, en bættu 2 atriðum við allavega, sem var annars vegar það að minni hluti þingmanna, hvort það var 33%, gátu skotið málum til þjóðaratkvæðis. En hins vegar var það gert refsivert að ráðherrar leyndu þingið upplýsingum eða myndu ljúga þinginu. Það var refsivert. Þessu bættu við, endur bættu okkar sem breytingu 63. Því þær eru nánast eins. Hún virkar mjög vel í Danmörku. Vegna þess að þessi ákvæður inni að þjóðaratkvæðinu hefur einu sinni verið beitt. Þetta bara liggur hana og menn skynja valdleysið og minnihlutinn skynjar völdin. Þetta bara þegjandi samkomulag. Ráðherra ábyrgð hefur einu sinni verið beitt í Tamílamálinu. Það var eitthvað 94. Þá var ráðherra dæmdur í fangelsi. 4 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir að leyna þinginu upplýsingar í 2 ár. Það voru Tamílar sem voru reyna að fá fjölskyldu sinni frá inn í landið og ráðherra lá á þessu máli af persónulegum ástæðum og gaf rangar upplýsingar, hann fikk dóm. Ég spurði Eirík Tómasson, prófessor í stjórnskipunarrétti í Háskóla Íslands og 200 manna fundi hvort Steingrímur Sigurðsson hefði farið í fangelsi ef við hefðum dönsku stjórnarskrána. Svarið var einfalt. Já. 2. júní þá neitar Steingrímur því að það sé neinn Icesave-samningur í gildi. Þetta framsal á fullveldi þjóðarinnar. Við eigum ekki lagalega að borga þetta. 5. júní kemur Svavar-samningurinn fullskapaður inn á þing. Hann var til. Hann gaf rangar upplýsingar. Veistu þannig að rétt hjá mér að það þurfi 10% þingmanna, 1/10 þingmanna og það sem líkir til að knýja fram þjóðarinnar? Ég man það ekki hvort það var 1/3. Held það. Man það ekki, minni það. En sko sama hvað, þeir nota þetta ekki, þetta einu sinni verið notað, þetta aldrei notað vegna þess að fólk veit af þessu og þeim getur verið refsað fyrir að nota þetta rangan hátt líka í atkvæðagreiðslu. Svo náttúrulega undirstuðu atriði að ef það verið að kjósa stjórnarskrá og það sé ekki þvælt inn í aðrar kosningar. Takk fyrir. Mér finnst ég kannski ekki þurfa að svara þessum sérstaklega, enda var það ég sem spurði spurningana og vildi fá umræðu og hún í gangi og allar tillögur frábærar og gott að fá það fram og ég vil bara vera ræðum þetta mál. Þannig ég ætla ekki að hafa einhverjar skoðanir á öllu sem allir segja. Umræðan er það sem ég bað um. Komið sæl, Geir Guðmundsson heiti ég. Ég vil þakka fyrir mjög góðan fyrirlestur og mjög fróðlegt að heyra hvernig stjórnmálamanni toga stjórnarskrána til og frá og jafnvel brjóta hana. Og ég hef ekki gert mig grein fyrir þessu sjálfur, þetta var jafn slæmt og framkemur hérna í erindi öllu. En það sem ég er að hugsa núna, að mér finnst þetta þurfa að komast áfram til þjóðarinnar. Og ég veit það eins og alla koma að hérna í upphafi að þetta er stór hættulegt fyrir hana að eyðileggja sína möguleika á starfi bara því að segja sannleikann og ég hef séð það gerast að sem sagt menn hafa bara hreinlega verið útskúfaðir úr öllum sínum starfi við sitt fag bara því að þeir segja sannleikann. Því miður. En hérna þá er það spurningin, hvað getum við, hérna þetta er nú fámenn hópur hér, hvað getum við gert til að koma svo áleiðis til þjóðarinnar að þjóðin viti að þessu að það er ekki verið að fara nákvæmlega eftir stjórnarskráni og vera að brjóta þetta. Því mér finnst þetta mjög mikilvægt að þetta komist áleiðis. Þannig að getum við gert eitthvað, getum við bloggað þetta, getum við skrifað eitthvað á vefsíðum eða komið þessu í fjölmiðla eða hvað sem er. Takk fyrir. Já, sko, endilega, bara endilega. Ég hérna er með e-mail, ef þið viljið fá, ég get sendt ykkur erindi mitt. Þið með
Ég ætla að biðja ykkur kannski ekki að birta það með beinum orðum með ykkar nafn undir því, en hérna, ég get sent ykkur erindi mitt, þið megið nota það, þið megið sko nota þær hugmyndir sem ég að setja fram á bloggum þar, endilega, skrifa greinar, sko ef að þið trúið því sem ég að segja, og hérna, og ég get sent ykkur þær greinargerðir sem að ég vísa til, afnám deildarskiptingar, kjördæmaskipanina og alla þessa hluti. Ég get hérna vísa ykkur á réttu staði að senda ykkur heimildir og annað ef þið hafið áhuga að hérna að fá hérna e-mailadressuna mína og þá get ég hjálpað ykkur með gögn og ég get senda ykkur erindi mitt og þar sem þetta í göttunum. Bara við verðum að ræða þessi mál og ég leggja áherslu á það. Það ekkert víst að allir séu sammála öllu því sem ég segi. En við verðum að ræða þetta. Við verðum að ræða þennan vanda á milli stutturar, knappar og kjarnandar stjórnarskrár og kostina við hana og gallana við hana og hvernig við getum unnið úr þessu. Við verðum að ræða þetta og við verðum að ræða umgengni við stjórnarskrána og ég trúi því að umgengni, sko, ég bara hef svo litla trú á stjórnmálamönnum í dag að ég trúi því ekki að við getum að það sé nægilegt að við bara innprentum þeim betri siði. Ég trúi ekki að það sé nóg. Það bara einhvern veginn innvíklað einhvern veginn inn í menn sem fá völd að þeir vilja meiri völd. Það bara þannig held ég. Það bara að spyrja mannfræðinga út í það, hvort það sé hægt að einhvern veginn vinda ofan af því. Ég veit ekki hvort það hægt. Við getum undið ofan af kerfinu og gert það öðruvísi, til dæmis með minnihlutavaldi á þingi og annað og ég held að við verðum að fara eitthvað svoleiðis leið vegna þess að við getum ekki, auðvitað getum við reynt að bæta siðferðið og allt það. Ég held að það sé bara langt frá því að vera nóg sko og ég held að sko þetta náttúrulega sko að menn fari í æfingabúðurinn í flokkonum og allt þetta og það bara erfitt fyrir okkur að hérna ætla til okkur trúum að einhver svona góð siðferðisbylgja dugi sko. En eins og ég segi, ég meina hérna ég get sendt ykkur erindi mitt, þið getið hérna nýtt ykkur það sem að hérna þið viljið blogga og svo framvegis bara guð velkomið og endilega. Fundarstjóri, góðir fundarmenn. Ég heiti Hámundi. Ég nú ekki undirbúinn fyrir þetta spjall. Mér langar samt sem áður að koma hér inn á hugleiðingar sem hafa verið að brjótast í mér stjórnskipunarmál og þar ber hæst efinn það hvort að stjórnarskráin, sá hluti stjórnarskráin sem lítur að meðferð þjóðfélagsvaldsins hafi verið í heiðri hafður alveg frá upphafi, frá því að lýðveldi var stofnað. Ég hef ekki heyrt talað það, ég skal ekki fullyrða að það hafi ekki verið, en ég minnist þess ekki að nokkurn tímann heyrt talað það að það hafi farið fram umræða meðal þjóðarinnar þessa nýju skipan, lýðveldið og sjálfstæðið og stjórnskipunina og hvað í því fælist að vera fullvalda þjóð og hvernig við ættum að halda á okkar málum. Og á þess að ég vilji fullyrða neitt, en þá býður mér í grunn, ég segi eins og maðurinn sem hélt ræðu í frægri veislu sem að skynjaði sund, hafði hugmyndum fátt sem að vissi ekki neitt en grunnaði margt. en hérna að það er búið að vera lengi umræðu á Íslandi í nokkra áratugi að forsetarnir þeir hafi mótað hlutverk forsetaembættisins og forsetavaldið. En þrátt fyrir það ég held á að giska þriðjungur af stjórnarskránni hlutverk forsetans og forsetavaldið og hann þjóðkjörinn eins og komið fram hér. Hann þjóðkjörinn eins og þingið. Ég líka veltaði fyrir mér hvort að menntaelítan í landinu, háskólarnir,
og þeir sem að fremstir fara hafa í rauninni staðið sig við að hafa til að sjá að stjórnarskráin sé haldin. Hvort að þeir hafi bara leiðst með einhvern veginn í þessari þróun, sem ég vil meina að sé óheilla þróun, að það hafi verið bara á valdi forsetana að móta hvert hlutverk þeirra væri. Og ég var á fundi út í háskóla daginn þar sem var verið að ræða um skýrsluna, skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis hrunið, og það var að brjótast í mér hvort að hrunið ætti ekki í rauninni miklu dýpri rætur, dýpri forsendur, og hvort að það væri ekki hægt að rekja það til þess að í rauninni hafi stjórnarfarið aldrei verið í lagi og eftirlitshlutverk valdastofnanna hafi ekki verið sem skyldi, að vald stjórnmálaflokkana væri orðið það algjört og vanabundið, að það væri orðið venjuhelgað og við sætum uppi með þann veruleika að það væri búið að stela af okkur öllu steini léttara meðan að forsetinn bara plantaði trjám. Og ég var á þessu fundi þá stakk ég upp á því að það yrði haldið málþing út í háskóla. Ég stakk upp á því við hann Ólaf Harðarsson. Hann svaraði mér og hann sagðist hafa kannað þetta og því þess hafi verið vel tekið, en það setur að mér svolítið hik, því að þarna væri hugsanlega verð farið á staðinn heima setið ef að ekki tækist vel til í byrjun og ef að menntaelítan kannski að einhverju leyti að röngu legðist í vörn fyrir rangt mál. Þannig að þetta er gríðarlegur vandi. Ef við fáum menntafólkið á mót okkur við nauðsynlegar breytingar eða í rauninni leiðréttingu á túlkun, þá erum við í vondum málum. Þannig að ég hef ekkert verið að ýta mikið á það að þessu verði haldið áfram, en ég met velvilja háskólans mikils og ég hef verið að hugsa kannski hvort það ætti að bíða með þetta til haustsins og hugleiða þetta svolítið vel og gera svolítið svona góða allugu að menntaelítunni að þessu leyti, hvort hún væri tilbúin að kyngja því að hafa hugsanlega ekki haldið alveg rétt á málinu og það væri hægt að fá hana í lið með sér við að endurtúlka og lagfæra það sem þarf að lagfæra. Takk fyrir. Já, mér langar nú kannski að nefna fyrst í sambandi við menntaelítuna. Ég hef einmitt oft hugsað þetta. Nú er ég búin að vera mörg ár í háskóla og þar er mönnum og mínum kennurum mjög mörgum mjög umhugað um frönsku byltinguna og þegar við erum að ræða alls kyns mál, mannréttindamál og fleira, að þá talar frönsku byltinguna með glýju augum. En eru þeir sjálfir tilbúnir í byltingu? Ég veit það ekki. Og ég var einhvern veginn að hugsa það var svona byrjuð með drög að grein þetta, þar sem að ég vildi skora á menntamenn að stíga fram frekar en að tala bara það í orði hvað franska byltingin hefði leitt mikið og gera sjálfir það sem þeir tala fyrir. Og þeir hugsi hvernig ætlar sagan að meta mig? Vil ég vera meðal þeirra einstaklinga sem að kom því til leiðar sem að franska fólkið kom til leiðar á sínum tíma? Þannig að, jú, það eru einhverjir menntamenn og margir, ég veit að það var þegar EES-samningurinn var samþykktur, að þá voru margir sem að stóðu upp og þeir eru svona að hafa fengið að gjalda fyrir það og ég veit að Guðmundur Alfreðsson er þeirra, hann hefur fengið að gjalda harkalega fyrir það hvað hann gekk hart fram í því máli. Þannig að þarna kemur þetta vandamál. Fræðimenn eru hræddir og þið getið lesið það í skýrslunni, það fjalla það í skýrslunni, hvað fræðimenn eru hræddir. Og til hvers að vera að hreykja sér af svona menntaðri þjóð sem á að bjarga okkur út úr þessum ógöngum ef að menntunin kemst ekki til skila og ef að menntamenn þora ekki að tjá sig.
Og ég man eftir því að Páll Skúlason, hann nefndi hérna fyrir 3 vikur síðan að til dæmis kollegar hans upp í háskóla, þeir væru búin að vinna svo mikla vinnu fyrir ráðuneytin og þingið og allt það, að þeir gætu ekki sinnt sínu starfi sem prófessorar og sem eiga að veita aðhald, sem eiga að vera hérna forystumenn gagnrýna umræðu. Og þið vitið alveg til dæmis hver skrifaði frumvarpið stjórnlagaþing, forseti lagadeildar Háskóla Íslands. Og hvernig á hún að geta leitt gagnrýna umræðu það mál þegar hún höfundur frumvarpsins? Þetta er stórt vandamál sem háskólarnir þurfa að glíma við. Og með þetta þegar við horfum á söguna hvort að hrunið eigi sér lengri rætur og maður hugsa með sér býtu við þegar grannt að gáð, stóðst hrunið stjórnarskrá? Er það stjórnskipulega gilt? Maður getur velt því fyrir sér og ég held að að það klúður sem hefur farið fram í gegnum tíðina við beitingu stjórnarskrána, ég er ekki að segja að það sé allt vont en það sem hefur illa farið, það hefur ekki verið til þess að hjálpa okkur. Og við getum líka lesið það hvernig valdhafarnir okkar höguðu sér í aðdraganda hrunsins, og þá er ég kannski að tala um frá 2000 eða þannig að við sjáum hvað meðferð stjórnarskránar hefur veikt alla valdhafana, allt eftirlit. Þú veist, það talaði þrískipting ríkisvalds á að tryggja svona checks and balances, hvernig það hefur allt saman einhvern veginn farið úr skorðum, og framkvæmdavaldið ræður dómsvaldinu, það ræður löggjafanum og það ræður öllu, og þá er engin checks and balances. Og þegar háskólarnir eru farnir að vinna fyrir ráðherrana, að þá kemur það eftirlit ekki heldur, og þegar að almenningur veit ekkert hvað stendur í stjórnarskránni og hefur ekki hundsvita á stjórnskipunarmálum, þá kemur heldur ekkert aðhald frá almenningi, og við sjáum það frá því hvaða stjórnmálaflokkur var hér við völd í 18 ár samfleytt. Varðandi umræðina á það sem þarf að fara fram, málþing og annað, að við erum að gera þetta, og það er þetta frábært ef háskólarnir að taka þátt í því, en við gerum þetta samt. Við fáum bara menntamenn til liðs við okkar. Páll Skúlason var í þessari pontu fyrir 3 vikum, flutti frábært erindi, og við erum byrjuð, við þurfum ekkert annað en okkar eigin, við erum bara með okkar eigin vilja vopni. Og ég trúi því að menntamennirnir vilji vera með þegar þeir sjá að okkur er alvara, og við ætlum að koma þessu áfram, og við ætlum að ná árangri og þeim árangri sem við höfum stefnt að. Og þegar menntamennir sjá að okkur er alvara, við ætlum alla leið, þá geta þær valið. Ætla ég að vera með eða ætla ég ekki að vera með? Og hvað segir sagan um mig ef ég satt hjá? Vil ég að framtíðin geti lesið um mig eins og ég les um frönsku byltinguna? Skiljiði mig? Já, takk fyrir, góð orð. Ég vil nú bara taka fram að hún er ein af okkar mentamönnum og Jakobína Ólafsdóttir heiti ég, og ég telst nú sennilega líka í þann hóp. Ég er að ljúka núna við doktorsrannsókn, eða hún er í frágangi, og viðfangsefnið var tilraun sem Gerður Óskarsdóttir gerði að innleiða lýðræðismenntun í grunnskóla. Já. Og skapandi hugsun og gagnrýna hugsun, sem sagt að það var hluti að lærdómi barna. Mjög áhugaverð rannsókn, og ég hlakka til að sem sagt að ljúka vörninni, þannig að maður getur fara að tala þá út frá, sem sagt, hvað ég segja, svona rýndri rannsókn, eins og maður kallar það. Þetta hefur komið svolítið fram hérna. Ég tel að þetta sem er mikil athygli, það er að við lærum frá blautu barnsbeini að hugsa gagnrýnið, að gera okkur grein fyrir réttundum okkar í lýðræðissamfélagi, og að börnum sem kennt til dæmis í samfélagsfræðinni ágalla í samfélaginu,
ég held að við munum mörg fyrir okkur hérna, við lærðum ljóð utan bókar í mörg ár í grunnskóla. Okkur var sett fyrir 1 ljóð í viku, síðan mættum við tíma og þuldum upp þetta ljóð. Ég vilji sjá ljóðakennslu í grunnskóla, en hún á að vera þannig að börnin sé sett fyrir að lesa ljóð, koma í skólan og segja hvað þeim finnst ljóðið, hvaða tilfinningar það vekur hjá þeim. Er þetta gott ljóð eða er þetta vont ljóð? Er þetta kona eða maður sem semur þetta ljóð og hefur það einhver áhrif, sjáðu einhvern mun? Það er að segja að læra að hugsa samfélagið á gagnrýninn hátt og að vera skapandi í hugsun. Þetta hefur ekki, þarna hefur verið brotalöm. Menntakerfið hefur brugðist alveg gríðarlega. Og ég er þakklátt fólki sem kemur fram núna og vill efla einmitt þetta, sko það er nú oft erfitt fyrir fólk sem hefur menntun að tjá sig og fara út í þessar almennu umræður. Sko því að menntakerfi, sérstaklega háskólinn og prófessorar og svo framvegis, þeir hafa hreinlega komið óorði á fræðimennsku. Og við erum að glíma við það sem við viljum ástunda fræði sem að eru framlag til þess að bæta samfélagið. Því að fræðin hafa verið notið líka til að afvegaleiða almenning og það er mjög sorglegt. Það er dapurt og það hefur leitt þjóðina í stöðu sem er alltaf verið að bera saman við þróunarríki. Og ég vil hvetja velmenntað fólk og líka fólk sem er menntað vel á lífsins leiðum, því að ég mæti velmenntuðu fólki úr öllum stéttum samfélagsins. Þeir sem hvað er að vera velmenntaður, eru sumir af prófessorum í Háskóla Íslands velmenntaðir, við getum alveg dregið það í efa. Og ég tel það að rökfesta, gagnrýnin hugsun og skapandi sé það sem getur leitt okkur áfram og regluverk sem að stendur undir nafni. Takk fyrir. Takk fyrir fundinn. Takk fyrir frábæra fyrirlestur. Og góðar umræður hérna á eftir. Það sem ég var að hugsa það er að ég væri svo rosalega til í að það væri til svona umræðuvefur, kannski bara svona opin umræðuvefur svipað og Eyjan er, þar sem maður getur komið inn og kommentað, nema hvað að þetta væri svona þetta væri svona fræðimannavefur eða þannig, það sem að menntaelítan, sem að væri samt sko hluti af okkur, ekki þú veist tröppunum fyrir ofan, heldur bara með okkur, ef við ætlum að búa til nýtt og betra samfélag, að þá finnst mér að vanti svona vef, þar sem að koma inn svona fræðigreinar, til dæmis eins og þetta með að mannréttindasáttmálinn, þar sem hann er bara tekinn fyrir, hvort sem hann er tekinn fyrir í heilu lagi eða í bútum, og fólk getur tjáð sig það og sagt hvað því finnist mega fara betur. Ég held að þetta væri frábært. En áðan þá var ég svolítið forvitin. Það var með þegar varst að tala stefnu Björns Sigurðssonar gegn ríkinu. Það var sko í fyrirlestrinum áðan. Að þá var ég forvitin að vita hvort það hefði farið gegnum héraðsdóm og síðan Hæstarétt og það endaði í Hæstarétti allavega. Ef þetta væri í dag, þá held ég að það væri sko frekar svona hljómur fyrir því að þetta færi alla leið til mannréttindadómstólsins ef þetta hefði verið í dag. Þetta eru samningarnir þar sem við fengum allt fyrir ekkert. Er það ekki? Svo sagt. Og svo langar mér líka að vita hver borgaði málskostnaðinn. Hver? Borgaði málskostnaðinn. Takk.
Já, þetta er góð hugmynd sem þú talar í sambandi við vefinn og það allt saman. Ég hugsaði á tímabili mikið mér langaði svo að það yrði útvarpsþáttur eða sjónvarpsþáttur svona mál sem að væri helst sjónvarpsþáttur. Af því að fólk nennir kannski ekki að vakna, það var oft verið þættir í útvarpi á sunnudögum kl. 9 stjórnskipunarmál og fleira með Ævari Kjartansinni og Páli Skúlasyni. Það er á gufinni, það er nú ekki hver sem nennir að vakna kl. 9 á sunnudagsmorgni til að hlusta á það. Ég hef oft hugsað að það er svo mikil þörf á því að fræða almenning mannréttindi sín. Og þetta hef ég hugsað fyrir löngu síðan og svo eftir hrunið og maður fyrir að hugsa stjórnskipunarmál en það meiri þörf á því. Ég hef oft hugsað það, mér langar að búa til þætti, mér langar að náttúrulega hvergi til peningur fyrir slíku núna. En hálftíma þáttur einu sinni í viku í nokkra daga stjórnskipunarmál þar sem einhverjir útskýra og svo er rætt og svona væri brilljant af því að þar er maður komið með, það er ekki allir sem að nenna að fara á netið og skoða bloggsíður en fólk sem hefur ekkert að gera mánudagskvöldi annað en að sitja fyrir framan sjónvarpið og situr þar kannski að tilvílun og svo byrjar einhver þáttur. Þetta er svona að ég skil hvað ég meina. EES-málið, það fór fyrir héraðsdóm var vísað frá, fór fyrir Hæstarétt og var vísað frá. Það er ekki hægt að fara með það fyrir Mannréttindadómstól, það fær aldrei efnisumfjöllun hér á landi og ég veit ekki hvort að það er og hvernig það ætti að fara fyrir Mannréttindadómstól Evrópu á grundvelli hvaða ákvæðis. Það er svona spurning, en vandamáli lítur ekki að því að samningurinn sé gildur, hann lítur ekki að því, Hæstiréttur samþykkti ekki að samningurinn væri stjórnskipulega gildur. Dómurinn, niðurstaða dómsins er sú að Hæstiréttur á ekki úrskurðarvald þetta mál og hann getur ekki sagt til það hvort þetta stenst stjórnarskrá eða ekki og það er vandamálið. Vandamálið er það að Hæstiréttur og dómendurnir okkar, þeir hafa ekki möguleika á að hafa eftirlit með stjórnarskránni nema takmörkuðu leyti sem lítur fyrst og fremst að mannréttindaákvæðunum. Önnur mál er ekki hægt að bera undir dómstóla vegna þess svona almenn mál, svona allsherjarréttarleg mál eins og EES-samninginn og slíkt, hugsanlega Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, hugsanlega stórar umhverfis, það fór mál, Kárahnjúkamál, mjög áhugavert Kárahnjúkamál vegna mats á umhverfisáhrifum og fleira. Atli Gíslason og fleiri, þeir höfðuðu mál til þess að fá ógildaðan úrskurð ráðherra það og það var líka engin lögverðarhagsmunir. Þannig að Hæstiréttur, hann hefur ekki heimild til þess að úrskurða nema takmarkaðan hluta stjórnarskrárinnar og þetta er vandamál sem verður að laga. Það verður að vera hægt að fá niðurstöðu það hvort að stjórnarskrá hafi verið brotin í öllum tilvikum. Það verður að laga þetta. Þetta er gríðarlega mikilvægt og þetta er tryggt í þýsku stjórnarskránni. Þar er stjórnvald dómstóla. Við þurfum að passa upp á það. Við erum lítið ríki og við getum ekki sett kannski upp einhverja endalausar stofnanir og allt það og kannski þurfum einfaldara samfélagi en margir aðrir. En það á ekki að vera á kostnað lýðræðisins. Við viljum samt búa í lýðræðisríki. Við viljum ríka mannréttindavernd, vona ég. Og við viljum sterkt lýðræði. Alveg sama þó við séum fámenn. Það má ekki svipta okkur öllu því bara því að við erum svo fá og eigum bara að hafa einfalt kerfi. Þannig að við þurfum að reyna að samræma þetta einhvern veginn og finna lausnir á því. Ég ætla ekki að gera það hérna í dag, en við ræðum það á komandi tímum. Einu sinni var ég í félagi sem var með 1600 meðlimi. Ég sagði, við erum komin með þingmann. Við höfum afl upp á einn þingmann núna. Ég vil sjá mann úr okkar hóp á þingi. Innan 2 ára vorum við mann á þingi. Innan 2 ára vorum við komið mann á þing. Við ætlum ekki að tala hvaða félag þetta var. En alla spurði hérna áðan, hvernig getur hún komið þess að framfæri? Bandaríkjamenn, ég er bandaríkjamaður, bara svo vitið að við stjórnum þessu litla heimi, við höfum alla þá vini sem peninga geta keypt og við notum byssur til að framfylgja okkur málum. En aðalheiður var að spyrja hvernig hún geti gert þetta.
Það er mjög einfalt. Við höfum dæmi það, til dæmis með kvótamálið. Einn maður er búinn að snúa því máli á síðustu 5 árum. Hann heitir Eiríkur Stefánsson. Hann er búinn að vera með pistla einu sinni í viku á sögu í hátíðinni í 20 mínútur í 5 ár. Og þetta hefur verið hans fyrsta mál. Hann hefur hjólað í hvað sem umræðan hefur verið í þetta mál. Hann lagði niður Frjálslynda-flokkinn í beinni útsendingu. Hann fór beint inn í sjávarútvegsnefnd Samfylkingarinnar og náði einróma samþykki þar fyrningarleiðina, 5%, strax. Þeir reyndu að komast bak við hann, en hann hélt með efnið. Einn maður getur náð miklum árangri. Ég legg til að alla fái sér hátíðispistil, hún getur sendt hann frá Akureyri bara og kastu á sögu. Ég held að kosti ekkert. Ég held að þetta sé mér þessi lausi tíma, sko. Þannig að þetta, þeir eru með 40-70% hlustun á Reykjavíkursvæðinu og mjög mikið á landsvísu. Þetta er mjög mikið áhrifafl í dag í fjölmiðlum og bara dæmið, sko, ekki endilega sé alltaf sammála Eiríki. Hann gat þetta í gegnum sögu. Þannig að þetta er leið. Annað sem ég langar að benda á að við Bandaríkjamenn erum með mjög góða stjórnarskrá. Hún fungerar mjög vel. Það var einn maður sem samt hana, Thomas Jefferson. Þetta er einsmannsverk með aðstoð John Adams og einhverja fleiri og góðra manna. En hann fór víða, hann fór til Frakklands. Ef þið eru að dásama frönsku stjórnarskrána, þá vil ég benda ykkur eitt ákvæði. Það var að bæta lagaumhverfið. Við til dæmis í kynferðisbrotamálum hérna við núna vorum að hækka samþykkisaldur úr 14 upp í 15. Þeir hækkuðu hann upp í 11 ár. 1793 þegar hann var sameinaður hvernig það var. Þetta var staðan þá. Í raun og veru þá eru lög þannig að sko, þú skiptir stjórnherra, þú skiptir jafnvel fólk í landinu en lögin standa áfram. Þannig var það í Rómaríkjunum, þannig er það yfirleitt. Það er mjög sjaldan sem hægt að skipta alveg lög. Það þarf að fara hægt í það, fólk þarf að skilja lög. En ég legg til að það er gott að fá spjallborð, þar sem menn getur að skipta skoðunum bara heima á 12, svona svipað á málefni.com bara sem er undir svona máli eins og stjórnarskrána eða raddir fólksins eða eitthvað, þar sem menn geta komið inn á spjallborð og málefnalegir og talað svona málefni og þá koma hugmyndir. En ég held að það sé mjög mikið atriði að þeir sem að þekkja til í þessum málum, eins og alla, séu í lottinu. Og það er töluvert hlustað á útvarpssögu, sérstaklega því að hádegisfréttirnar eru búnar korter í 12 og þessi þáttur er frá 20 mínútur í hádegisfréttirnar ríkisútvarpsins búnar korter í 1 og þessi þáttur er frá 20 mínútur 1 til 1, þannig að það er mjög mikið áhuga á hann. Þannig ég legg það til að það mál sé skoða og að raddir fólksins eða einhver annar samtök setja upp spjallborð svipað á málefni.com þar sem menn geta kommenta. Eyjan er svolítið ófullkomið, þú getur ekki kommentarað á það sem einhver ákveðin aðili segir. Tekið það út og sagt akkurat þetta var hann að segja og sem sagt og rætt þá ákveðinu hugmynd, sko. Þakka fyrir. Já, þakka þér fyrir og ykkur öllum reyndar og klukkan er að verða 5, við höfum sett okkar tímamörk því að þetta hefur sýnt sér okkar meinust að fundi við getum haldið endalaust áfram. Þetta og munum, já það var nákvæmlega það sem ég ætlaði að fara að segja, við erum lögð af stað í þessa ferð og ég persónlega hef þá trú að okkur mun takast þetta en við verðum líka að gera okkur grein fyrir að þetta tekur tíma. Það er oft mikið óþol í fólki. Það er búið að ala okkur dálítið upp í því að fá hlutina strax og helst í gær. En þetta er síðasti fundurinn á vegum Radda fólksins að þessu sinni, hvað svo sem síðar verður, því að Íslendingar leysast eiginlega upp í sólargeislum, það er bara þannig og það er mjög erfitt að fá þá saman eða fá okkur saman yfir sumartíman
og ég hef fulla trú að það komi þungur skriður af stað þegar haustar. Ég ætla allavega sjálfur að gera mitt til þess og ég veit að svo með fleiri. En þakka þér innilega fyrir framlagðitt hér í dag og svo öllum ykkur hinnum og hér með setja punktinn í þetta og minn ykkur á það komin vefur sem heitir málefnasamningurinn.is samfélagssáttmálin fyrirgefiði samfélagssáttmálin.is samfélagssáttmáli.is og það verða þessar ræður settar inn og eins líka það búið að vera að breyta vef Radda fólksins, það búið að taka smá tíma undanfarið og hann fer að koma upp og þar ætla ég að reyna að setja allt þetta efni inn, allar þessar umræður og þakka ykkur innilega fyrir.